Já, kæru áhorfendur, velkomin á Reykjavíkuleikana í Klifri. Við erum að fara að fylgjast með úrslitum í U15 Karla sem að fer fram hérna í Björkinni í Hafnarfirðinum. Og við erum með 6 keppendur og keppni byrjar eftir 3 mínútur og það eru 4 leiðir sem að keppendur eru að fara að reyna við. Og við erum í svokallari rúllandi umferð sem þýðir að þau hafa 4 mínútur til að reyna að leysa leiðina. Og síðan fáið 4 mínútur í hvíld og svo fara þið næstu leið eftir það. Þannig að það er alltaf einhver á veggnum og svo rúllar þetta áfram. Það skýrist þegar við förum á stað. Og ég heiti Laufey Rún Þorsteinsdóttir og með mér hérna er Katla Lind Jónsdóttir. Og við ætlum að vera að lýsa hérna fyrir ykkur, keppni í dag. Og við sjáum hérna fyrir framan okkur leiðir 1 og aðeins í leið 2. Og það eru hérna, já, viltu útskýra reglunar? Eða ég að taka það? Bara? Já, til þess að fá miðjuna þá þurfa keppendur að vera komnir á miðjugripi og þau þurfa að nota gripi til að fá stigið. Og til að ná topp þarf að vera öruggur í endagripinu í nokkra sekúndur. Og í byrjunni þá eru hérna, þið sjáum 4 teip. Það er 1 fyrir hvern útlim, 2 fyrir hendur og 2 fyrir fætur. Og keppendur þurfa að byrja þar sem þannig snerti þessi byrjunargrip. Og það er ekkert búið að ákveða fyrirfram endilega hvað er hendur og hvað er fætur, en það er yfirleitt frekar augljóst, en það kemur fyrir að það er ekki innskýrt og keppendur mega þá velja sjálf aðeins. Og já, síðan er stigin að miðjan, hún gefur 10 stig að þau ná henni í fyrstu tilraun og toppurinn gefur 25 stig að þau ná í fyrstu tilraun. Og fyrir hverja tilraun þar sem við ná ekki í stigin, þá lækkar stigin um 0,1. Þannig að ef þið næðu kannski miðjunni í annarri tilraun, þá er búið að lækka um 0,1 og þau fá bara 9,9 stig. Þannig að þetta er fyrirkomulag sem kom bara í gildi á síðasta ári. Hvernig finnst þér þetta nýja fyrirkomulag? Þú ert búin að vera lengi í Klifri. Með við gamla fyrirkomulagi þá voru topparnir töldu meira. Hefur eitthvað spáð í þig? Já, mér finnst alveg sniðugt að því oft eru ekki toppar á leiðunum og miðjan er líka alveg rosalega mikil áskorun, þannig að það er alveg gaman að fá góð stig fyrir hana. Já, ég var með lýsandi hérna áðan sem er keppandi líka, hún er Jenny. Hún sagði einmitt að henni finnst þessi stigagjöf betri af því að með því að fá 3 miðjur þá ertu með fleiri stig heldur en 1 toppur. Þannig að klifrarar sem eru svona fjölhæfir og geta klifrað ýmsa stíla, þeir eru líklegri til að fá fleiri stílum. Að þessar 4 leiðir leiðarsmennir reyna með að hafa þær fjölbreyttar og reyna á svona mismunandi styrkleika og veikleika hjá keppendum. Já. Ég er mjög sammála því. Auðvitað hefur aldrei verið til stigakerfi í Klifri sem er fullkomið, en ég held að þetta við erum komin nokkuð nálægt í að vera með fullkomið kerfi. Já, algjörlega. Það náttúrulega maður ætti alltaf að fá fleiri stig fyrir að komast lengri í fleiri leiðum heldur en að ná bara einni og vera góður, sko. Akkurat. Þannig og þá er klukkan farin aðeins að tifa, þá eru 15 sekúndur í að fyrsti keppandi fara á vegginn. Þannig að hann er bara að gera sér hérna tilbúinn og bíður eftir að klukkan telji niður. Og það er 15 sekúndna tími á milli klifutíman sem er 4 mínútur. Það hafa tíma til að fara af dýnunni. Og hann byrjar. Þetta er hann Helgi Björnsson. Hann kominn hérna í byrjun á stöðuna og byrjar að klifra. Hvernig líst þér á þessa leið, Katla? mér finnst hún bara líta mjög vel út. Hún lítur út að vera skemmtileg, sko. Já, þetta er svona slapp og þannig að veggurinn hallar aðeins inn og þetta reynir mjög mikið á fótavinnu. Ég veit að þú ert mjög hrifin af slappi. Já, mér finnst ótrúlega skemmtilegt. Svo gaman að, finna jafnvægispunktinn og... Já. Og eins og ég sagði hann svona tekur sér smá tíma í að finna stöðurnar og koma svo milli gripana. Og þessi grip líka, þau eru ekkert svakalega stór og sérstaklega ekki fótfestuna sem hann er að stíga á. Nei, einmitt. Og hann fer hérna varlega á stað, mjög öruggur. Hann notar miðjuna glæsilegt. Þannig að ég er ekki nóg að snerta miðjuna eins og þú sagðir áðan. Það var að nota hana, þannig að hann er núna að nota gripið. Já. Já, öruggur. Nice. Ég var að segja samt, sko, toppurinn hjá honum, hann var
það var smá tímapunktur þarna þar sem ég var ekki viss hvort hann næði að halda, þannig þótt hann væri kominn að snerta á toppinn, þá var hann ekki kominn í örugga stöðu, en mér syndist dómarinn dæmi þetta sem topp, þannig að það bara geggjað. Já, hann náði nú að halda lokagripinu í allan að 3 sekúndur, þannig að þetta var alltaf toppur. Akkurat. Og þá fáum við bara, það eru 2 mínútur rúmar eftir af klukkunni hjá honum, þannig að hann fær auka hvíld þarna fyrir næstu leið og við þurfum að bíða eftir að klukkan telli niður áður en að næsti keppandi fer af stað, þannig að næsti keppandi fái bara akkurat sama tíma í leiðina og Helgi og aðra keppendur. Já, ráslistinn er settur upp þannig að þetta er einu öfugröð, þannig að Helgi var 7. í undanúrslitunum og svo næsti keppandi, hann var 5. og við höfum að sjá listan hérna fyrir framan okkur. Já, þannig að fáum Emil Elís næstan. Já, þannig að hann er tilbúinn. En þeir voru samt mjög svipaðir í stigum í undanúrslitunum. Þannig að Helgi var með 94,2 stig en Emil með 94,7. Vá. Þannig að þetta voru bara nokkra tilraunir þegar við erum með svona svipaðan fjölda af leiðum en einhverja tilraunir sem að munaði þetta í stigagjöfinni. Já, það er spennandi að sjá hvað hann gerir. Ég held að Emil sé mjög flottur í svona jafnvægisleiðum, þannig að... Akkurat, og mínúta eftir af tímanum hjá Helga. Við hengurum hérna. Og þetta, já, þessi leið er mitt svona jafnvægisleið og róleg og leiðirnar sem eru á veggjum núna þær voru notar líka í U17 úrslitunum fyrir í dag nema það er búið að breyta þeim. Þannig að það eru orðnar auðveldari en það eru sumir hreyfingar. Þannig að við erum svona, fólk sem er bara að fylgjast með í dag, það er kannski búið að fá að sjá hvernig hreyfingarnar eru í þessum leiðum. En leiðismiðir eru búin að kannski bæta við betri gripum eða snúa gripum þannig að þau séu aðeins betri. Og það verður spennandi að sjá. En þetta var svona róleg leið og svo kemur kannski annað tempó í öðrum leiðum líka. Og eftir því sem líður á umferðina þá eru líka fleiri og fleiri keppendur á veggnum. En núna er klukkan að telja niður fyrir hann Emil og fyrir að koma inn í mynd hjá okkur núna. Og þarna er hann mættur og fer bara beint á vegginn. Hann veit hvað hann ætlar að gera. Aðeins að flýta sér. Já, það er með slappið sko. Það reynir svo mikið á fótavinnuna. Þannig að það má alls ekki gera nein mistök þar. Já, nokkuð öruggur. Já, mjög flott. Í U15 umferðinni það er semst ekki einangrun. Þannig að keppendur eru búin að fá myndbönd af einhverjum klifra leiðina, þannig að þeir eru búin að fá fullt af upplýsingum. Yfirleitt í svona úrslitaumferðum í fullorðinsflokki til dæmis, þá hafa keppendur engar upplýsingar það hvernig á að klifra leiðina. En í ungmennaflokkunum að þetta er yngsti flokkurinn á mótinu, þá fá þau svona örlitla hjálp. Og þannig að þeir eru búin að vera að stúdera myndböndin og væntanlega kannski ræða saman líka og tala við þjálfarana sína svona hvaða aðferðir eða hreyfingar að fara líklegast til þess að virka. Það er rosalega sniðugt, en svo er oft mjög persónubundið hvað virka fyrir hvern einstakling. Akkurat. Þeir mega búa til sína eigin lust sko. Þeir þurfa ekki að fylgja því sem kemur fram í myndbandinu með upplýsingunum. Aðeins að vanda hann á fótinn þannig. Einmitt, vanda fótverðina, það er alveg, það er greinilegt hann er svona Já. Það bæði sko, já, með svona fótfestir það þarf svolítið að treysta þeim og trúa að þær virki. Já. Ef þú trúir það ekki, þá er þetta aldrei að fara að ganga. Það sá svolítið hérna að hausinn var bara, held ég að stoppa hann í þessu. Já, kannski. Það bara að treysta fótinn. Kannski smá keppnisstress, það getur alveg verið. Þetta er ungu flokkur, þetta er U15, þannig að þau eru reyndum, ég held að þau eru öll búin að keppa á fullt af móti með það hjá okkur, en þetta er svona umgjörðin á svona móti, stórmóti eða sönnur. Já, algjörlega. Og vita að við erum hérna með YouTube-streymi að fylgjast með þeim og svona, þannig að það er auðvitað meiri pressa. Koma svo. Heyri í salnum að það er allir að hvetja áfram.
hann tekur sér smá taktíska pásu aðeins að hvíla á milli sem getur mjög sniðugt hjá keppendum. Algjörlega, aðeins að ná sér niður á jörðina, hugsa hvað maður gerði rangt og hvernig maður getur gert það betur. Já, bara ná andardrættum kannski. Mjög öruggur á miðjunni. Næs. Þarna, já, treysta. Já, hann hikar aðeins á fótfestunni. Það er kannski erfitt á treystanni. Koma svo. Já. Já, nei. Rann á fótfestunni. Það, einmitt. Virðist ekki vera mjög góð fótur hana sem þau eru með. Nei. Já, hann hefur ennþá hérna tæpar 45 sekúndur eftir á klukkunni til að ná toppnum. Hann allan að koma með stig Já. í miðjuna. Næs. Við höfum nægan tíma til að klára þetta. Já, koma. Ákveðin. Já, þessi efri fótfestana, það eru tvær. Hún er lítill og greinilega líka smá, kannski sleip. Og leið og hættir að hugsa hana, þá ertu farin að renna á henni, held ég. Já, algjörlega. Það sé erfitt að fara svona hægt á hennan fót þannig. Já. Hvað heldurðu að væri þá? Heldur sé eitthvað annað þetta? Já, ég sá allavega að Helgi spynti sér aðeins meira í hana og var meira svona að hoppa upp í staðinn fyrir að reyna að treysta henni. En nú man ég ekki, manstu hvort að Helgi stóð á þessari efri fótfestu eða neðri? Manstu það? Nei, ég er ekki alveg klárað því, sko. Nei. Hey, En þarna, já. Næsta umferð, þá er Ari Linnet kominn í leið nr. 1 og svo er Helgi kominn aftur og hann er kominn þá í leið nr. 2. Þannig að núna er umferðin farin að rúlla, eins og við segjum. Ari er öruggur kominn í miðjuna og við sjáum að það nú líka Helgi, þetta er aðeins annað tempo, hann er að hoppa þarna til að, þarna snertir hann miðjuna og það er ekki nóg. Hann þarf að nota miðjuna til að fá stigin en hann er nálægt þessu, þannig að nægur tíma eftir. Já, koma svo. Já. Öruggur toppur. Það var fyrsta tilraun, eða ekki? Heyrðu, fyrsta eða önnur? Ég held að það hafi fyrsta tilraun. Já, ég var að kíkja þarna á milli, sko. Þá fylgjast við með Helga. 3 mínútur eftir klukkunni, nægur tími. Já, glæsilegt. Vel tímasett. Þetta er svona hreyfing sem reynir á samhæfinguna. Þannig að hann þurfti að stíga þarna upp, stíga niður með hægri fætinum og grípa á sama tíma. Og þetta er ekki það gott grípa þessi nóg að bara grípa í það þarf að nýta, komast í rétta stöðu, sko. Og núna er hann kominn þarna áfram, þarf eitthvað að vinna upp fæturnar. Þannig eitthvað að horfa á fótfestur. Já. Glæsilegur. Koma svo. Og þarna aftur, hann fara aðeins að bara ákveða að fara. Já. Mjög góð tilraun. Mjög góð. Og þarna líka, sko, ég held að hann fengi alveg fullt af upplýsingum hvað hann þarf að gera til að ná þessari hreyfingu. Algjörlega, hann fyrir beint bara aftur á stað. Já, ekkert að spara. Eins og við segjum núna, þetta er svona hreyfing sem að lærist vel. Þannig að þegar keppendur eru búin að ná henni einu sinni, þá kunna þær og geta alltaf endurtekið hana. Flottur. Já, næs. Koma svo. Jæja. Rosalega nálægt í hjá honum. Já, og mínúta og 40 sekúndur eftir á klukkunni, þannig að... Já, alveg næginn tími. Já. Og þá núna líka bara, þarf hann svona að einmitt trúa því að ná þessu og að núna kannski aðeins að hratta stökk, þetta er kannski að hvíla smá, eða hvað? Já, hann hefur nú nægan tíma til þess, en hann ætlar að nýta allan tíman. Hann þarf bara að ná að hitta aðeins betur inn á greipið til að halda hreyfingunni. Akkurat. Vantar rosalega lítið upp á.
tæp mínútu eftir. Já, hann tekur allan eina tilraun í viðbót. Já. Klárlega. Þetta svona leið sem hefur svona skipting í tempói. Byrjar smá hröðhreyfing, svo hægist aðeins á keppandana, þá þurft að vanda sig og fara rólega í gegnum miðjuna og svo aftur hraði í lokin. Þannig að ná þessu hoppi. Skemmtileg leið. Já, mjög skemmtileg. Og reynir svona á góða líkamsbeitingu. Já, algjörlega. Já. Það reyndi hann að fara bara beint í toppinn. Já, og við sáum það líka sko í U17, það var örlítið öðruvísi en það voru þessi 2 grip í toppinn og það var einmitt misjátt sko, sumir voru að reyna að fara einmitt áfram í lokagripi en flesti voru að reyna að stoppa sig í gripinu á undan. Tíminn var búinn þarna þannig að ef hann hefði haldið gripinu þá hefði hann þurft að hoppa niður því miður. Já, hann ekki fengið dæmdan topp. En mjög góða tilraunir. Já. Þá erum við komin með næsta keppanda í leið 1, það er Andri Kjallar Guðmundsson og Emil Elís í leið 2, afturmættur á dýnuna. Þetta er einmitt bara í annað sinn sem að Andri er að keppa á móti. Í alvörunni? Já, þannig að skemmtileg. Ótrúlega gaman hann sé komin í úrslitin. Já. Og strax komin í miðjuna. Já. Emil er farin að prófa eitthvað mismunandi stöður með fæturnar en fer svo aftur í bara byrjunarstöðuna. Það er eins og hann segir að grípa, svona klípa utan gripið. Já. Frekar en að setja sérst lóan inn í það. Já, mér sýnist vera svona mjög sleip áferð á gripinu hinum megin, þannig að það er örugglega svolítið erfitt að klípa utan það. Já, akkurat. Þannig er Andri að teygja sig í toppinn. Koma svo. Og öruggur toppur, vá, vel gert. Frábært. Andri í toppinn og Emil kominn í miðjuna. Nægur tíma eftir til að finna út af þessu. Já. Greinilega búinn að læra þessa hreyfingu vel. Akkurat. Já, nú sjáum við hvort að... Já, vá. Það leit mjög vel út. Mjög vel út. Og það er pínu erfitt átt að sjá því hversu góð þessi grip eru. Já. Það er nefnilega, ég þekki þessi grip ekki. Nei. Og það getur munað svo miklu. Ég til dæmis persónulega hef ekki klifrað á þessum gripum. Það veit maður ekki hvernig er í laginu. Og það sömulegis fyrir keppendur að það getur skipt miklu máli hvort þú þekki gripin eða ekki. Já, algjörlega. Vita hverju þau búast við. Mér sýnir svona toppgripið vera aðeins betra heldur en gripið frá neðan. En það er erfitt að segja til það frá þessu sjónarhorni. Já. Og kannski er þetta bara svona halda fast grip. Þú verður að... Já, 1,5 mínúti eftir á klukkunni. Hefur ennþá tíma. Sérstaklega þessi fyrsta hreyfing er greinilega mjög bara dæluð inn hjá hann. Hann er bara alveg með þetta. Já. Fínt að hvíla sig aðeins, greinilega komin smá þreyta. Það er smá svona taktík einmitt og við tökum oft eftir að keppendur sem eru að byrja að keppa þegar það er smá stress þannig að tíminn líður, mann líður öðruvísi einhvern veginn upp á dýnunni. Þannig að þegar keppendur oft eru að byrja að keppa í svona umferðum þá halda þau sig að hvíla helling en það kannski eru bara 5 sekúndur. Já, einmitt. En það er svona ákveðin taktík að vita hversu mikla hvíld maður þarf og... Já. Og við sáum að sko í U17 flokkunum að þau voru mikið að horfa á klukkuna og plana hvenar þau ætluðu að fara af stað og vera vissum að það væri að taka nú langa pásur. En Emil er kominn hann aftur í þessa lokastöðu fyrir topphreyfinguna. Ok. Það eitthvað aðeins að tega sig? Já, prófa eitthvað nýtt kannski? Já. Hörru, 20 sekúndur eftir. Ég held
þetta sé ekki nóg fyrir þessi leið. Nei, hann er bara kominn að tími, hérna sé þetta gott, 2 leiðir eftir. Hver kemur þá inn? Heyrðu, þá sjá listan hjá okkur. Ég sé ekki hver er kominn, þannig að heyrðu, Leo Benjaminsson er að koma í leið nr. 1 og svo er Ari í 2 og Helgi kominn í leið nr. 3. Þannig að núna er þetta farið að rúlla vel áfram. Leo byrjaði á bustagrip. Já, það getur oft verið sniðugt, þá finnur maður hans betur svona hversu djúpt gripið er og svona, en maður þekkir það ekki. Það er mjög sniðugt. Einmitt, og þá líka ertu ekki lengur með afsökunum að ef þú dettur að það hérna hafi ekki nógu vel bustagripið þegar þú sást það sjálf. Eða sjálfur. Já, Helgi kominn vel af stað í leið nr. 3 og Ari í miðjuna. Það er að halda sveiflunni vel. Heyrðu, það er svo mikið í gangi. Þetta er alveg... Miðja í leið 2 og leið 1, Leo kom í miðjuna og... Já, og Helgi datt í hreyfingunni í miðjuna í leið nr. 3. Já. Heyrðu, mjög góð tilraun. Mjög flott hjá Ara. Nú þarf Leo að vera ákveðin að treysta fætinum. Já. Já, næs. Hann er að bjarga sér þarna. Já, flott. Var þetta ekki, þetta var fyrsta tilraun hérna? Já, fyrsta tilraun. Já, ég held það. Og Helgi núna í 3. leiðinni og næsta hreyfing núna er hann að fara upp í miðjugripið. Þannig að sjáum hvort hann ná þessu. Heyrðu, hann snerti, það er ekki nóg. Nei. En hann hefur ennþá 2,5 mínútur til að ná 2,5 miðjunni. En þessi leið, hún reynir svolítið mikið á styrkinn, þannig að ef keppendur eru að taka aftur tilraun á þess að hvíla hana nógu mikið, þá er orkan mjög fljótt farin. Já, það er mikilvægt að hvíla henni. Já, en 2 mínútur og 15 sekundur cirka eftir. Já. Ég sýnist keppendur að allir, ég hef verið báðir að taka smá svona taktíska hvíld held ég. Ari kominn í miðjuna aftur. Já. Og Helgi hérna. Þetta er aðeins fyrir hann að hafa kominn áður, sko. Það er spurning hvað þetta sé þreyta. Já, heyrðu. Mjög góð tilraun hjá Ara. Já. Hann að detta á þann sama stað og verið áðan. Hann hefur 1,5 mínútu. Já, hann virðist vera rosalega nálægt í að ná að halda í endagripið. Einmitt, já. Ég held að gæti bara komið í næstu tilraun. Já. Og það er svona pínu, hérna, það bæði að ná að halda í lokagripið en líka kannski mögulega eitthvað sem það þarf að stoppa momentumið á líkamannum. Já. Mínútu eftir. Smá farin að flýta sér, en hann vill ná í hennar topp. Hann getur verið erfitt að halda yfirvegun þegar maður sér tímann fljúga. Já, fólk í salnum og útsendingi í gangi og það er, já. Það hefur allt áhrif. Allt áhrif. Helgi kominn aftur á vegginn. Já, síðasta tilraun. Svona. Hittir ekki alveg á gripið þannig. Nei, Ari hitti ekki í toppinn en þetta var rosalega nálægt því. Já, ég held að þetta hafi ekki verið nóg til að fá dæmda miðjur, sko. Nei. Það er því miður. Hann ná að grípa. Ari strax kominn aftur upp. Ætla hann nái að toppa þetta á 5 sekundum. Nálægt. Já. Þá er Gunnar Þór Stefánsson að koma í fyrstu leiðina og hann var stigahæstur inn í þessi úrslit. Og Andrei í annarri leið og svo Emil í 3. leiðinni. Þannig að núna erum við að fá síðasta keppandar inn í þessari umferð.
Næs, Andri komin í miðjuna. Komin í miðjuna, fljótt og öruggt. Það voru annarri tilraun, það ekki? Jú, önnur tilraun. Já. Þá erum við alltaf að sjá hvað hann gerir næst. Já, Gunnar öruggur í miðjuna líka í fyrstu leið. Andri þetta stendur að fá smá leiðbeiningar frá þjálfara. Það má í þessum umferðum hjá U15. Ef það væri hérna einhver annar flokkur, þá mætti það ekki. Gunnar á leiðin í toppinn. Já, finnst það öruggur þarna. Já, virðist vera mjög öruggur þarna. Næs. Mjög flott. Vel gert. Andri komin aftur í hreyfinguna. Já, heyrðu, þetta leit vel út. Já, heldur betur. Já, Andri svona nokkuð hávaxinn með við aðra keppendur í þessum flokki sem að getur verið kostur og það getur líka verið hindrun. Já, algjörlega. Það er smá misskilningur finnst mér þegar fólk heldur að sé bara kostur að vera langur í klifri. Já, það er það alls gerir það ekki. upp að ákveðnu marki í ákveðnu tegundum leiðum og þá vil ég meina að sé aðalega í auðveldum leiðum. Já. En þegar kemur í þessar keppnisleiðir þá er það ekki alltaf kostur. Ég er algjörlega sammála. Það er svolítið svona, það er oft kramdar hreyfingar og svona eins og byrjunin þarna, þá þarf hann aðeins meira að beygja sig niður heldur en aðri keppendur. Akkurat. En sem kannski endanum getur að hjálpa, þannig að þetta er alveg svona plussar og mínusar. Akkurat. Og ef myndið þú skoða bara hérna meðalhæð á heimsmeistaramótum og svoleiðis þá er það alls ekki hávaxið fólk sko. Það er bara, já, ég held að karlaflokki þá er meðalhæðin einhvers staðar 1,70 eitthvað og kvenna 1,60 eitthvað. Já, einmitt. Og ekki, já. En þetta er, og svo líka náttúrulega í þessum ungmennaflokkum við tölum það líka í U17 útsendingunni að það er, fólk er á mismunandi þroskastigi þannig að það breytir svo mikið í þessum flokkum milli ára og annað og hvernig það er og mjög einstaklingsbundið þetta. Algjörlega. Heyrðu, já, næs! Toppur hjá Andra, fyrsti toppurinn í fjólblá leiðinni. Æðislegt og bara miklu öryggi. Já, bara vá. Hann beitti sér rosalega vel þarna. Og Emil er þarna að, þetta er strembin leið þarna, númer 3. Já, mikið power. Já, en svo er líka það er power en á sama tíma þá er líka mikið af hælkróks og tákróks möguleikum sem við sjáum að keppendur eru svona að reyna að finna út úr og ég vil segja að það sé svona mikið í boði. Já, algjörlega. Maður bara að nýta gripinn vel. Tæplega 1 mínúta eftir. Já. Virðist vera hann aðeins þreyttur. Já. Tekur sér smá hvíld þarna. Smá hvíld. Sniðugt hjá honum. Mjög sniðugt. Jæja, ætla að segja síðast tilraunin hjá honum. Já, koma svo. Já, hann fyrir bara að reyna að fara á axlastyrknum. Virðist vera eitthvað orðin smá illt í puttunum. Já, ég trúi að það sé að þund skinnið á fingurgómunum á eitthvað af þessum keppendum. Algjörlega búin að keppni í undankeppni náttúrulega og svo eru frekar gróf gripinn í úrslitunum og það er fljótt að taka í skinnið. Akkurat, og við erum eftir að sjá keppendur í fjórðuleiðinni og hún tekur hellinga af skinni. Hún reynir svolítið mikið að vinna með í lófanum og fingurgómum. Nána er að koma næstu keppendum og þá er engi keppandi í leið nr. 1. Hún er bara búin. Sjáum hérna Leo er í leið 2 og Ari er komin í leið 3. Akkurat, og hérna Helgi er í leið nr. 4 núna. Sjáum hann hana. Hvað finnst þér leið 4? Hvernig líst þér á hana? Hún virðist vera skemmtileg sko, en maður þarf svolítið að kunna að vinna með kassana og Akkurat, já. það er svolítið kunst. Já, þetta er einmitt svona leið, það er ekki augljóst hvað á að gera. Og mér finnst þetta minna mér rosalega mikið á einhvers slags svona útiklifur leið. Já. Það er svona kletturinn býður upp á mikið, þetta er smá þannig stemning. Einmitt, það er svo margt í boði maður en að finna út í hvað það besta fyrir mann sjálfan. Já, og á 4 myndum þá getur það verið erfitt að finna það. Já, algjörlega. Það minnir mér svolítið á svona gamla keppnistílinn eins og hann var. Akkurat, sem er samt að koma mikið tilbaka. Já. Það er bara... Það er skemmtilegt. Mér finnst það skemmtilegur.
Við erum yfirleiðasmiður mótsins, það er Arthur Tennant frá Frakklandi. Hann er komin að setja upp hjá okkur í annað skipti. Heyrðu, Leo er Já. að tegja sig í toppinn. Nice. Örugur. Góður toppur hjá Leo. Herðu, og svo er Helgi komin í miðjuna. Sérðu, hann er hérna búinn að Nice. sneika sér hérna í gegn, sko. Glæsilegt. Já, góður. Koma svo. Mjög flott hjá honum. Já, hann er greinilega mikið að spá, hvert hann ætti að fara, sko. Já. Það er ekki alveg, Það hefði líklega þurft að koma hendina þess ofar til að vera með pláss fyrir fótinn. Þannig. já, hægra megin, Já. einmitt, ég er sammála því. Mjög góð tilraun. Og Ari reynir aftur við leið nr. 3. 2 mínútur eftir klukkunni, nægur tími. Já. Jæja. Helgi bara að taka langa hvíld, Ari kominn aftur á stað. Aðeins verið erfiðleika með hælkrúkinn hana. Já, einmitt. Núna prófa hann tákrók. Já, Tvo næs. tákróka, Höfðu. Já, Það geta alveg verið, já. kannski þetta eitthvað. Það er gaman, það er ekki komin inn miðja þessa leið. Nei, það er ekki komin miðja. Það er rétt. Helgi er að leggja aftur á stað. Grái. Akkurat. Já, Ari er einmitt þriðji keppandi sem við sjáum í leið nr. 3. Og ég held að hún sé svona svo sem að reynir mest á styrk. Já. Þannig það er oft líklegt í svoleiðis leiðum að það sé ekki toppar fyrir en kannski í svona seinni hluta ráðslistans. Helgi fer á stað. Gott hann að sæka upp í gangi. Salurinn allur hvetur það áfram. Já, koma svo. Næs. Mjög flottur. Er að leita gripinu. Já, já. Ó, ja. Þetta er alveg smá stíf pressagrinna þarna. Já. En mjög flott hjá honum og hann fekk miðina. Þannig að Já, það var alveg algjörlega. dýrmætt. Það er oft erfitt að finna hvar besta gripið er á svona kössum. Það er að snúa hendinni akkurát rétt til að ná að halla sér í þá. Þá er Gunnar kominn í leið nr. 2, Andri í leið nr. 3 og Emil er kominn í leið 4. Já, Emil komst alveg ágætlega af stað. Já. Andri líka. Ok. Rann aðeins þarna. Já, Gunnar öruggur í miðina. Já, bara í fyrstu tilraun, hann tók bara tíma í að busta á svona fyrst, þannig að... Já. Kominn í virðist vera erfiðustu hreyfinguna í leiðinni. Já, bara slagur, greinilega. Já, mjög öruggur. Já, ekkert mál. Hann þarf ekki að klúra þessu samt, þannig að hann bara tekur mjög öruggur. Andri berst þarna á gripinu en rann á endanum. Misti aðeins fæturnar og virtist svona eiga smá erfiðleikum eftir það. Já. Erfitt þegar maður missi fætur á svona yfirhangandi veggjum, þá þau alltaf að renna af. Já, og á þessum kössum, það sem að Emil er, það er kassi þarna undir, svona undirgrip og svo er eitthvað örlítið af gripum hér og þar en þau eru ekki stór og ekki með augljós þannig að ekki gott eiginlega að standa við leiðina til að sjá þau. Svo líka þessa kassa, það getur verið gott fyrir að busta. Það getur munað mjög miklu, bara upp á veiðinámið.
Ég verð að segja að ég hef ekki hugmynd hvernig staðan gæti verið, sko. Það er komið mjög mikið af miðjum í mismöngum tilraunum, eitthvað á toppum og ég hef ekki hugmynd hver staðan er. Nei, erum við ekki með stigablað einhvers staðar? Nei, það er alltaf blaðið, þannig að það er bara í pappirsformi eins og er. Ok, þannig er æsið spennandi að sjá. Já, heldur betur. Heyrðu. Heyrðu, mjög nálægt miðjunni og 2 mínútur eftir, þannig að það væri... Já. Þetta leit vel út hjá Andra. En þetta var ekki nóg til að fá stíginn í miðjunni til þig. Hann snerti bara en hann var ekki að nota gripið. Mitt væri gaman að fá fyrstu miðjuna, hvítu, fá að sjá hvernig endurinn lítur út. Já. Eina hálf mínútu eftir. Mér sýnist hérna að Emil þarf að fá teip á fingurna. Það má ekki halda fram að klifra ef maður er komin í gegnum skinnið og það fer að blæða. Það er bannað. Þannig að það getur verið að einhver komið hana í bustun líka á leiðinni. Já, og Andri er líka að fá teip núna. Já, þeir eru báðir komnir í teipin, þannig að þess vegna er ekkert að gerast á veggnum. Þannig að rétt sjáum í það í horninu þjálfara að stunda aðstoða og við að teipa. Þetta er hluti af keppnisklifri. Ef þú ferð í gegn þá tapar smá tíma í keppninni til þess að teipa. Það er því miður. Getur oft verið gott að teipa sig áður en maður fer í gegn, þannig að maður þurfi ekki að standa í þessu. En svo þegar þú ert í svona rúllandi umferð, þá er sko... Jú, það er oft sem keppendur átt sig á því í hvíldinni sinni, 4 mínútum á milli, en svo er kannski reynslan ekki nægilega mikið hjá þeim, þannig að þeir eru ekki alveg búin að ná því ennþá að nýta hvíldinni þegar heyrðu Koma svo. Já. Hann reynir aftur. Hann reynir aftur. Já. Næs, koma svo. Emil hættir. Já. Já. Það verða Leo og Ari í leiðum 3 og 4. Leo byrjar að busta. Já. Já, farin af stað. Já, Leo öruggur hérna í langa gripið. Já, þarna mistaði hann spæturnar og byrjaði að snúast. Það er erfitt að ná að halda því, en vonandi lærir hann af því og finnur annarkvort lausnina til að ná að halda sér á veggnum með fæturnar eða til að stoppa sveifluna. Ari kominn hérna vel á stað líka í 4. Nálægt því, hann á miðjunni. Já, en það er rosalega freistandi með þarna að teygja sig bara yfir og ætla hann að ná í miðjuna. En ég held sko Helgi var að grípa með vinstri hendinni í þetta vinstri kassan þarna. Já. Og ég held að það þurfi eiginlega að gerast til þess að ná að beita sér á miðjunni. Maður þarf að ná að halda sér upp á miðjunni. Líkaminn þarf að vera í réttri stöðu til þess. Já. Já, fer hann af staðan Ari í leið nr. 4. Lítur á puttana, það er spurning hvort að skinnið sé orðið þunnt. Já. Nei, Já, Leo á góðri leið. Já. Munar þarna að náða að halda hælkróknum vinstra megin. Já, algjörlega. Jæja, þetta er greinilega erfið hreyfing í miðjuna. Við erum bara búin að segja þetta hvað eftir annað í þeirri hreyfingu. Bæði löng hreyfing og ekki besta gripið, þannig að það er ná að halla sér rétt í það. Já, og það hallar þannig að það þarf að halda sér góðri spennu í fæturnar til að ná að nota þetta vinstra grip sem er mest þarna miðju. En 1,5 mínútu eftir.
Þeir voru greinilega báðir að taka góða taktíska hvíld. Leó fann aftur stað. Já. Og þannig að vinstri hælkrókurinn greinilega málið fyrir hann. Já. Ari líka fann á stað. Ari var að reyna að koma vinstri hendina þarna upp og Ari farin út á dýrni að fá teip hjá þjálfara. Þannig að það er spurning hvort hann nái einni tilraun í viðbót eða ekki á þessum 40 sekundum. Sjá hversu fljótur þjálfara að teipan. Þjálfara eru oft, engin pressa, þjálfara eru oft með mjög mikla reynslu af því að teipa lúna putta og þreytt skinn. Þannig að kannski ætla að ná ekki einni tilraun. Jó, það hlýtur að vera. Leó mættur aftur. Það hleypur Ari inn á. Koma. Þetta var, flott tilraun hjá Leó. Og Ara líka, en ekki nóg. Þá er Andri komin í leið 4 og Gunnar í leið 3. Andri fer strax á stað. Já. Komin vel á stað. Gunnar lagar af stað líka. Hann var ekki með hælkrókinn vinstra megin. Kemur á óvart, hann reynir það ekki. Já, kannski fattar hann í næstu tilraun. Já. Ég held að það sé svolítið lykillinn að þessu, að ná að halda sér vegnum, að hafa hennar hælkrók hana. Já, það er bara það að missa fæturnar, það tekur svo mikla orku að koma fótunum aftur upp og líka bara að stoppa líkamann þegar hann sveiflast. Já, þó maður náir hreyfingunni ánans, þá er svo mikil orka farin í að halda að þá er næsta hreyfingun bara margfalt erfiðari. Akkurat. Nei, hann er ekki að fara að reyna hælkrókinn. Jú. Að tákrókur. Tákrókur. Herðu, þetta er flott. Mjög flott. Herðu, já, nær að halda sig. Koma svo. Og lendir í svipuðu og aðri. Það er greinilega erfitt að grípa í þetta miðjugrip. Já. Og Andri aftur mættur í leið 4. Já. Þetta er, mér finnst svona hreyfingar grjótglíma passa svo vel við svona hreyfingar. Þetta er, smá glíma við vegginn, þú ert ekki bara að grípa í eitthvað eða svona. Einmitt, þú ert alvörunni að berjast þarna á veggnum. Já. Við sáum þannig að Andra, hann bara rann af hægt og rólega. Hægt og rólega og kemur ekki á óvart út að það fari smá rispast aðeins framhandlegginni líka. Hann lá eiginlega svolítið á kassanum sko. Já, einmitt. Og sem getur verið bara mjög fínt að ná sem mestu viðnámi, bara sem mestu flötur. Já, algjörlega. En hann virðist vera að fá ennþá meira teip hjá þjálfara. Hann kominn svolítið í gegnum skinnið hjá sér. Já. En það nægur tími eftir, þannig að... Heyrðu! Vá! Mjög örugg miðja. Fyrsta miðjan í leið 3, Gunnar Þór sem var stigahæstur inn í úrslitin. Þetta náði toppnum. Þetta er ekki búið fyrir að búið greinilega. Já, koma svo. Ein hreyfing eftir. Þarna. Já. Svo er að finna jafnvægi stöðuna til að ná að setja báðar hendur. Þarna. Já. Næs. Þetta var glæsilegt. Já, mjög vel klifrað. Og þetta var, þetta var bara mjög vel klifrað hjá honum. Tók nokkra tilraunir samt sem aður.
Já. Og Andri vantarlega í síðustu tilraunina í dag hjá sér. Hún að berjast. Já, þarna var hann að, einmitt, bara lekur hann af gripinu. Já. Ég veit ekki hvort það væri kannski gott að busta kassan, en það er ekki mikill tími eftir. Nei, ég held að það sé ekki tími í það. Ég held að hann lítur á lóuna sín líka, ég held að það sé bara kominn, já, það er lítið skinn eftir að hann getur bara ekki. Já, orðin smá þreyttur að tekur á að klifra svona oft á margar leiðir. Já, ég held að, já, skinnið er mögulega bara alveg búið. Það er einmitt oft taktískt í svona leiðum að, þú veist, taka bara takmarkaðar tilraunir þannig að maður eyðir ekki skinninu sínu. Akkurat, og það kemur samt bara með reynslunni. Og eins og ég sagði, hann er að keppa svona öðru móti, eða ekki? Já, þannig að þetta er bara ótrúlega góð frammistaða með það, bara, held að hann sé bara ofalega, hann náði topp náttúrulega í fjólubláðu áðan. Já, eins og ég sagði, ég er svo Gunnar þá náttúrulega núna búinn að toppa allar 3. Já. Þannig að ég held að hann sé nokkuð öruggur sigurverið en restin ég bara er ekki viss, sko. Nei. Ég hef ekki tilfinninguna fyrir því. Það er nokkrir toppar í fyrstu og nokkrir í fjólubláðu, þannig að ég held að þetta fari bara að snúast um tilraunir núna. Já, og Helgi náði miðjunni í 4, leið 4. Já. En ekki toppi nummer 2 kannski eða eitthvað? Nei, já, hann náði ekki topp 2, hann náði topp 1. Já. Já, þetta verður spennandi. Já, mjög spennandi. Sjá hver úrslitin verða og hvort að Leo og Gunnar ná eitthvað lengra, herðu. Smá uppgjöf í gangi hér. Smá uppgjöf. Ég held að Leo hafi verið komið með eitthvað af teipi á puttana. Já, kannski aðeins að virða fyrir sér, hvernig það lítur út. Já, aðeins að hugsa, plana. Gott að hvíla vel á dýninu. Já, hann er farin að busta. Já, þetta var ekki alveg uppgjöf. Hann heldur áfram. Hann heldur áfram. Það er tími eftir og hann nýtir hann. Já, nægur tími. 3 mínútur ennþá. Já, reyndar talandi svona, ég hef séð keppenda eiginlega gefast upp og hætta og byrja að busta fyrir næsta keppenda sem kemur í rauninni á eftir sér. Þannig að mér fannst það mjög fallegt. Það er svona samvinna sem er svo mikið í klifri. Það er samkeppni á milli þeirra en þeir halda samt með hvert öðru. Já, algjörlega. Þú veist, ég held ég hef aldrei verið að keppa og einhvern hefur ekki viljað gefa beta eða hjálpa til. Einmitt. Það er mjög fallegt samfélag að það að gera. Já, og þetta er ekkert bara hérna hjá okkur, þetta er bara, maður sér þetta líka á heimsleveli, bara World Cup og heimsmeistaramóti og svona. Leo kominn aðeins áfram. Já, fekk smá upplýsingar frá þjálfara sem hann má fá. Kominn vel á veg, sko, 2 mínútur eftir. Þetta er ekkert öll von úti, sko. Já, tilbúin í næstu tilraun, búin að kalka sig. Jæja. Hvar er bustinn? Já, mínúta eftir. Já. Já, þá bustar hann aftur, þetta er síðasta tilraunin væntanlega, hjá Leo í leið 4. Já, hann bustar, nei, hann er ekki alveg upp hana. Nei, það eru nú bustar á prikki, sko, bara beint fyrir framan hann, þannig að hann gæti gripið í þá. Kannski er það bara ekki vandamáli, kannski er það bara erfiður kassi, en hann er allan komin aftur á stað. Já. Jæja. Mjög góð tilraun. Maður sér að keppirnir eru aðeins farnir að þreytast þarna í síðustu leiðinni. Já, einmitt. Eðlilega, þetta á að vera erfitt. Já, einhverlega. Og leið 3 náttúrulega tekur svolítið mikla orku, þannig að... Já, akkurat.
Og líka sko þessi lið númer 4, það er greinilegt að þau þurfa alveg að halda svo spennu og það er ekkert grípandi sem er gott, þannig að það þarf að halda fast einhvern veginn allan tíman. Þannig að Gunnar Þór byrjar á að busta eins mikið hann getur. Það virðist vera mjög yfirvegaður. Ég verð að segja að mér finnst hann alltaf yfirvegaður á mótum. Já. Kannski er hann þannig típa, eða hann felur þetta mjög vel. Já. Ég veit það ekki sko, ég er ekki viss. Það er klárt. En það er mjög góður kostur til að hafa ef maður keppir. Já. Það ná að halda bara góðri einbeitingu. Já. Það er eins að finna út úr þessu. Já, hann er að setjast nokkuð vel hann yfir hægri fótinn kannski, eða... Já, það er örlítið lítið grip sem er á kassanum hérna vinstra megin, það sem að setja hælkrókinn. Þannig að það hjálpar, hann er ekki bara að setja hælinn einhvers staðar á kassan, en hann var að koma hælinu fyrir á þessu litla gripi. Tekur sér góður hvíldir á milli. Sniðugt, hann hefur nú nægan tíma, þannig að gott að bara... Já, og hann, ég held að sé nokkuð öruggur, hann viti það líka, eða ekki? Já. Að hann er í fyrsta sæti. Já, þau náttúrulega mega fylgjast með ykkur öðru í leiðunum, þannig að hann veit líklegast að hann er búinn að vinna. Já. Ekki? En svo er þetta líka með keppniskap, þannig að hann vill örugglega ná þessari leið líka að sjá sig. Já, hann svo berjast áfram. Næs, koma svo. Já, það er alvöru barátta. Alvöru. Glíma við leiðina. Þetta er ekki nóg til að fá stig fyrir miðjuna. Hann snerti að hann var ekki að nota miðjuna held ég. Nei. Það kemur óvart allavega ef að dómarinn dæmi það. Hann þarf að ná að snerta og hreyfa sig síðan með hendina ennþá á gripinu til þess að geta fengið stigið. Virðist vera aðeins hugsi. Já. Síðasta byrju er hann að... hann er farin að draga fram teipið. Það er... hann sé komin eitthvað í gegn. Aðeins aðstoð. Komin með aðstoð í þetta. Hérna... Já. Hann nær klárlega einnig tilraun í viðbót samt. Já, hann er með pro-teipara hérna með sér í þessu. Þannig að þetta ætti að slappa allir upp, hann er komist það. Koma svo. Jæja, koma svo. Það er allur salurinn hérna hvetur hann áfram. Já. Reynir að pressa sig. Já, komin með vinstri hendur hérna. Já, nú er hann komin með miðjuna. Já, þetta var klárlega miðja. Já, nei, hann vill klára sko. Já, hann vill meira. Hann er bara strax aftur af stað. Nei, hann er brosað til þessu. Herri, þetta var glæsilegt. Herri, þá er keppni lokið hérna og dómarinn fara að taka saman stigin og við fyrir bara að ljúka útsendingu hérna og svo munum við birta niðurstöðurnar síðar. En já, takk fyrir áhorfið. Þetta var ótrúlega spennandi. Já, mjög spennandi keppni. Það sé bara hnífjafnt hjá hérna. Já, það er alveg erfitt að segja hver niðurstöðun eru. En takk fyrir.